Jæja, nú erum við komin með alla nóturnar okkar og nöfnin þeirra. Nefni nóturnar 7, A, B, C, D, E, F og G. Og huldunóturnar 5. Ætlum reyndar að læra huldunóturnar seinna. Hér ég með blandið poka af nótum. Í þessu eru 2 sett af nefninótum, 14 nótur talsins. Nú þurfum við bara að koma þeim fyrir á línunum okkar. Sko, þetta fór ekki alveg sem ég hafi ímyndað mér. Þú veist, núna veit ég ekkert hvaða nóta er hvað. Ég hlýt að vera að gleyma einhverju. Ég veit, við skulum bara raða þeim upp eftir tónhæð. Já. Sko, ég veit að dýpsta nótan er A. A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Við viljum samt eiginlega fá að vita bara hvaða nóta er hvað án þess að þið séu allar sérstaklega merktar. Svo er þetta líka allt og margar línur. Við þurfum bara 5 línur eins og við vitum. En hvernig vitum við hvaða 5 línur við þurfum? Við þyrftum einhvers konar leiðavísir. Eins og á landakorti. Já. Sjáu þetta hérna. Þetta tákn segir okkur til það í hvaða átt er norður. Og það er raun og verið bara það eina sem við þurfum að því að við vitum að þetta er norður, þá vitum við það að þetta er suður, þetta er vestur og þetta er austur. Svo að þetta hérna tákn er í raun og veru lykillinn að því að lesa öll kort. Lykill. Lykill? Auðvitað vantar okkur bara lykill. Akkur sagður mér ekki frá þessu áðan snati. Lykill, við þurfum bara lykill. Ég vissi að ég væri að gleyma einhverju. Okkur vantar á sjálfsögðu lykil. Nei, ekki svona lykil. Okkur vantar á sjálfsögðu tónlistarlykil. Og það er tákn sem við ættum flest að þekkja. Við höfum nefnilega oft séð þennan lykil. Þetta er akkurat það sem við þurftum. Þetta er nefnilega okkar áttaviti. Þetta tákn heitir G-lykill. Kannski að því að hann lítur pínulítið út eins og G, en samt aðalega vegna þess að þegar hann situr á sínum stað á nótnabeltinu, sem er hérna fremst á undan öllum nótunum, þá hringar hann sig utan línuna þar sem nótan G á heima. En nú langar ykkur kannski sjálf að læra hvernig þið getið teiknað G-lykilinn. Mér datt það í hug. Og þess vegna hef ég fengið heimsfrægan vin minn, listamanninn Leonardo da Vinci, til að kenna okkur hvernig á að teikna G-lykilinn. Til að teikna G-lykilinn, þá byrjum við á því að setja pennan á G-línuna. Og svo fyrir við hring, alveg upp á línuna fyrir ofan og alveg niður á neðstu línuna. Og
Þaðan tökum við hringinn og stoppum þegar við komum svona 3/4 og þá förum við upp og við gerum svona likku utan efstu línuna og svo beina línu niður í gegnum fyrsta hringinn og svo gerum við svona krók. Fyrirgefðu. Hvað átt þú eiginlega að vera? Leonardo! Leonardo da Vinci. Oui, akkurat! Voilà! Þetta var franska. Leonardo da Vinci var ítalskur. Ecco fatto! Æ, veistu, gleymdu þessu. Farðu bara. Já, farðu bara. Já, ég fer. Nei, þetta var ekki nógu gott. Þetta er mjög einfalt sem ég er að biðja um að gera hérna. Þú getur ekki einu sinni gert það. Sorry. Og núna, þegar G-lykillinn er komin á sinn stað, þá vitum við hvaða 5 línur við eigum að nota. Því að G-lykillinn situr alltaf með rassinn á neðstu línunni á nótnabeltinu. Og þá þurfum við bara að telja. 1, 2, 3, 4, 5. Dimmalim. Og nú vitum við hvaða línur við þurfum að losa okkur við. En að sjálfsögðu hverfa aldrei 100%. Því við skiljum alltaf eftir stubbalínur þar sem að nóturnar enda út fyrir nótnabeltið. Og þá er þetta bara nokkuð veginn komið hjá okkur. Nú skulum við bara losa okkur við nótnanöfnin og rugla nótunum aftur. Og nú skulum við sjá hvort við getum ekki fundið út hvaða nótur við erum að vinna með. Þessa ætti nú að vera auðvelt. Við vorum að læra þetta. Þetta er G og hún situr auðvitað á línu. Kíkjum þá á næstu nótu. Þessi nóta er á bili og þar sem við erum bara nýbyrjuð að læra að lesa nótur skulum við notast við þær nótur sem við þekkjum. Núna þekkjum við bara G, þannig við skulum telja frá henni. Hérna er G, þannig að fyrir ofan hana á þessu hérna bili væri A. Og síðan kæmi B sem þýðir það að þessi hérna nóta hlýtur að vera C. Þetta virkar eins þegar við förum niður, nema þá þurfum við að telja aftur á bak. Þessi virðist vera þó nokkuð dýpri. Við skulum byrja aftur á G. Á bilinu fyrir neðan væri F. Hér á neðstu línunni væri E og á bilinu þar fyrir neðan væri D. Við erum komin að fyrstu stubbalínunni. Á henni væri C. Mun dýpra C en hérna fyrir ofan. Á bilinu undir C er væntanlega B, sem þýðir það að þessi nóta hér sem situr á þessari stubbalínu er engin önnur en A. Og þar hafið þið það. Nú kunnum við að lesa nótur eftir G-lykli. Og þó það taki kannski svolítinn tíma fyrst, þá kemur að því að við bara þekkjum nóturnar, bara með að horfa á þær, án þess að telja línurnar. Þetta kemur nefnilega allt með æfingunni. Og nú skulið þið fara að æfa ykkur að lesa nótur og teikna G-lykil. Heyrðu, hvað þykist þú vera að gera? Ég er bara að æfa mig. Nei, legðu niður sverðið, hvað er þú ættir að slasa ykkur með þessu öllu saman. Lægðu ekki niður. Ég á þessu sverð, láttu mig með þig. Hvaða átt er norður, sem er í rauninni bara það eina sem við þurfum, af því að fuglinn er floginn? Nú líst ekkert á mig. Æ.